hvort að við Akureyringar séum bara einfaldlega með minnimáttakennd. Eða þetta bara fullkomlega eðlilegt að Akureyri hafi það hlutverk að vera borg? Mér finnst til dæmis persónulega frekar hallaræslu umræða á síðasta kjörtíðanbili þegar bæjarfulltrúi í Kópavogi, svo ég taki nú við að leggja Kópavogi einelti, fór að ræða það hvort að Kópavogur ætti að kalla sig borg. Hvaða minnimáttakennd þetta eiginlega í Kópavogsbúum? Ekki nóg að þeir séu hluti af höfuðborgarsvæðinu? En eftir á hyggja, þá á þessi umræða sjálfsögðu fullt erindi í Kópavogi eins og í öllum öðrum sveitarfélögum á landinu. Ég velti stundum fyrir mér hvort að við höfum gjaldfellt innan gæsalappa borgarímyndina. Ef við köllum okkur borg, það er að segja Akureyri, þá er alveg örugt að Hafnarfjörður og Kópavogur koma eftir og hvar endar þetta þá? Verði ekki bara 10 stærstu sveitarfélög landsins orðnar borgir innan fárra ára? Og hver var það þeirra tilgangur með að verða borg? Og þetta er svona eins og eitt gamall stúdent orðaði við mig fyrir nokkrum árum síðan. Það er allir konum með stúdentspróf, það er ekkert merkilegt lengur að vera stúdent. En hvaða hlutverk hefur borg og hver er mælikvarðinn? Og það kom nú ágætlega fram hér meðan að sjá Kjartan áðan og þessi umræðu og í erindunum hérna áðan. Er samansæmerki á milli þjónustustigs og borgar og þá hugsanlega hversu öflug starfsemi ríkisins er í sveitarfélaginu. Hvar eru mörkin á milli bæjar og borgar og hefur þetta eitthvað að gera með það hversu marga bæjarkjarna sveitarfélagi hefur eða hversu fjölmennir þeir eru, það er að segja bæjarkjarnarnir. Akureyri er til dæmis, eins og við vitum öll, eina sveitarfélag á Íslandi það sem er hægt og er jafnvel nauðsynlegt að notast við innanlandsflug til að komast á milli bæjarkjarna. Hefur þetta kannski bara allt saman eitthvað með ímynd að gera? Og hvað öðrum finnst okkur en ekki hvað okkur finnst? Ég er til dæmis, eins og flesti vita held ég, fæddur og uppalinn Reykvíkingur og því alinn upp í borg. Og mér fannst það reyndar aldrei neitt merkilegt. Ég áttaði mig til dæmis ekkert á því fyrir en ég flutti frá Reykjavík, þaðan sem ég ólst upp, að Reykjavík væri stærsta sjávarpláss á Íslandi. Og ég stundum afsaka mig innan gæsalappa enn þann dag í dag fyrir að vera fæddur og uppalinn í Reykjavík. Því ég segi alltaf eins og flestir Reykvíkingar gera, að ég er nú bara Reykvíkingur og leggja áhersluna á orðið bara. En hvert er eiginlega viðhorf annarra til Akureyrar? Jón Gnarr, fyrrverandi borgarstjóri, sagði í ávarpi á 150 ára afmæli Akureyrarkaupstaðar að honum fyndist einmannalegt að vera eini borgarstjórinn. Og það væri bara ein borg á Íslandi. Og við ættum þá kannski bara að gera borg, bara svo að Reykjavíkurborg sé ekki einmanna. Og þetta er enda góð pæling hjá fyrrverandi borgarstjóra, eða góða vangaveltur, og eins og hans von og vísa og eins og hann kemur oft inn á með skemmtileg innlegg í umræðuna. Nú frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, ávarpaði daginn hér á Akureyri 600 konur frá hinum ýmsu þjóðlöndum og beindi orðum sínum í ávarpinu sínu meðal annars til mín, eina fáum karlmönnum sem vorum í salnum, þegar hún í ræðu sinni kallaði Akureyri City. Og hún segir: heyrðir þú, herra bæjarstjóri, að ég kallaði Akureyri borg, því það er hún svo sannarlega. Það er reyndar athyglisvert að við sjálf notum orðið City, eins og kom hérna fram áðan, þegar við erum að tala Akureyri á ensku en ekki tán. Þannig að við teljum okkur sem sagt vera borg út á við en erum svo bara bær inn á við. Ágætu gestir, það er ánægjulegt að sjá áhuga þingmanna kjördæmis á viðfangsefninu og því að þeir verða hérna nokkur með okkur í pallborð og eftir og ég fæ tækifæri til þess að sitja hér með ykkur og ég er spenntur að heyra hvort að viðhorf ykkar til Akureyrar verður eitthvað annað ef við köllum okkur borg heldur en bær. Það hefði auðvitað verið spennandi að sjá bæjarfulltrúan okkar fá tækifæri til að taka þátt í pallborðinu og rökraða málefni við þingmennina. En það gefst vonandi tækifæri til þess bara síðar. En mín lokaorð eru þau að ég tel nauðsynlegt að setja lög eða formlegt samkomulag það hvert hlutverk Reykjavíkur og Akureyrar eigi að vera sem miðstöð opinberrar þjónustu og að ríkið viðurkenni mikilvægt hlutverk þessara tveggja sveitarfélaga og standi þétt við baki á þeim vegna mikilvægis þeirra í þjónustu við alla íbúa landsins. Þá getum við að mínum mati með réttu kallað okkur borg. Takk fyrir.